Þjóðsögur eru frásagnir sem hafa lifað í munnmælum mann fram að manni og ekki er vitað uppruna þeirra, höfunda eða hver sagði þær fyrstur. Sögurnar eru misgamlar, sumar hafa varðveist í aldir og margar eru þannig að það mætti hugsa sér að þær væru sannar. Þær segja okkur líka ýmislegt það hvernig fólk hugsaði fyrr á öldum, hverju það trúði og hvaða aðhafðist. Fáar þjóðir eiga jafn stórt safn af þjóðsögum og Íslendingar. Á Vopnafirði hefur verið komið upp sýningunni Smáheimar íslenskra þjóðsagna. Smáheimarnir voru verkefni sem fæddust í febrúar síðastliðnum og sem menningarverkefni á Vopnafirði. Og ákveðið var að búa til svona þrívíddarverk sem var ekki stærri en 40 x 40 cm og tekið yrði ákveðnir tímapunktar úr íslenskum þjóðsögum. Og við völdum 10 þjóðsögur og þetta árangurinn hér. Það var einnig lagt upp með að nota nýtni, endurvinnslu, fara í hirðfíflin, athuga hvað til þar sem þau eru ekki að selja, sem kannski fellur til hliðar og kannski á leiðinni í ruslið, en við tókum það allt saman. Steiney, endurvinnslan, þeir létu okkur fá frauðplast og annað sem var fínt í uppbyggingu á landslagi og öðru. Svo að þetta var það sem var lagt upp með og ýmislegt þurfti að kaupa en ekki mikið. Sigrún fékk til liðs við sig 4 aðra listamenn á Vopnafirði og saman hafa þau skapað þessa Smáheima þjóðsagna. Ég kom með þessa hugmynd á fundi hjá Söru sveitarstjóra og þegar þeir voru eitthvað að hugsa menningarverkefni sem væri þá styrkt af þeim og Austurbrú og ég kom með þessa hugmynd og hún var samþykkt en við gátum ekki byrja á verkefninu fyrir í ágúst, miðjan ágúst vegna þess að það er bara vorverkin, sjórinn. Hér aldrei neinn verkefnalaust. Nei, það er mjög mikið að gera hjá fólki. Það var lagt upp með fyrstu 3 sögurnar var Móðir mín kví, Sálmans Jóns míns og Huldumarinn í Sunnudal. Við vildum hafa eitthvað tengt, kannski Vopnafirði og Huldumarinn í Sunnudal er saga sem er ekki svona mikið höfð uppi við og þannig að þetta voru 3, síðan kom Veiðibrellur Kölska og Drekinn okkar náttúrulega, Skessugarðurinn, Lagarfljótsormurinn og Bóthildur Álfadrottning og svo tókum við eitt erindi, það var Ólafur Liljurós. Þannig að því það er bara, við vissum að þetta yrði opnað núna í desember, sýningin, og það er álfar og það er bara. En er einhver sérstök ástæða fyrir því að þið ákveðið að hafa þetta svona smátt? Það var bara til að ögra okkur. Þetta hlyti að vera hægt. Mér hefur alltaf langað til að gera eitthvað svona í smáheimum eða taka einhverjar situasjónir eða aðstæður og skapa það í einhverju mjög afmörkuðu formi. Við vonum það að þetta höfði til barna og foreldra þeirra og svo okkur ömmum og höfum að rifja upp gömul ævintýri. Við skulum heyra söguna af Bóthildi drottningu. Samkvæmt sögunni þá var hún ráðskona hjá sýslumanni í Hrútafirði. Man nú ekki að nafni á bænum er nefnt í sögunni og hún bankar þar upp á voðalega prúðbúin manneskja með sína pingla og hann tekur hann svona inn til prúfu og hún var alveg ótrúlega góð í að halda öllu hreinu þannig að hún er ráðin sem ráðskona. En hún vildi aldrei fara til kirkju á jólanótt eða á jóladag og en það var alltaf hreint og fínt og tilbúið þegar fólki kom í kirkju, tilbúið til að setjast til að snæða og halda sína hátíð. Þannig að ég man ekki hvort það 3. jólin eitthvað svoleiðis, þá fer Guðmundur smali, hann fer á eftir henni þegar maður sér að hún tekur allt til, nær síðan í grænt klæði og lappar þarna vatni úti hjá bænum
og hann eldir hana og hún setur teppi eða þetta græna klæði yfir vatn og stígur á það og hann næri endurinn á því og fer með. Þannig að úr vatninu fer hún niður í Álfheima og þar sér hann að hún kemur úr glæsilegu húsi, hún þá drottning og þar maðurinn hennar og 3 börn. Og hann felur sig þarna, fer inn og felur sig og þau halda sína hátíð og hann nær einum gullhring sem að börnin voru að leika sér, annars voru þeir 3 og heldur í hann til þess að geta sanna sitt mál ef færi aftur til Mannheima sem hún tókst og hún með náttúrulega og síðan hann skammaður þegar fólk kemur í kirkju á hverju hann hafi ekki komið í kirkju og þá segir hann söguna og maður hélt nú að hún eitthvað fói við því, Bóthildur sko, en hún var svo þakklát því að nú voru álögin brostin og hún gat aftur fara að lifa eðlilegu lífi að þengu trúðinni og hann hafði litla gullhringinn til að sanna það. Þannig að hún gat snúið aftur heim og lifað sínu lífi svo að heimurinn hennar mjög, hvað maður segja, hátíðlegur. Þeir sem ekki komast á sýninguna í Kaupvangi á Vopnafirði eða vilja fræðast meira geta farið á Facebook-síðu verkefnisins eða á heimasíðu. En svo veit ég að það mikill áhugi fyrir að koma þeim, kynna það úti eins og hjá Íslendingafélaginu sem heitir Icelandic Roots og þannig að ég ætla að gera heimasíðu og hún á ensku, eitthvað kannski með sko mest myndir en þetta bara myndir og svo blogg og í blogginu verða sögurnar og það verður ekkert meir, það verður ekkert áframhald, við erum að stoppa hér og þannig en fyrir Íslendingarna þá linkur á sögurnar einhvers staðar á netinu sem þið getur nálgast. Þannig að það engin afsökun fyrir okkur að læra ekki betur þjóðsögurnar. Ég vona að fólk muni eftir hvað þetta stundur hryllilegt en það bara eins og þetta eins og við vorum alin upp við.